Þegar litið er yfir Ísafjarðardjúpið til norðurs blasa við augum fjöll sem oft eru snævi þakin þótt komið sé langt fram á vor. Handan þessara fjalla eru Hornstrandir og Jökulfirðir, landsvæði sem lengi hefur verið sveipað, dulúð og leyndardómsfullu mystri. Langt fram eftir öldum lögðu fáir þangað leið sína og haft var fyrir satt að þar legðu fleiri menn stund á galdra og ýmis konar fordæðuskap en annar staðar á landinu. Þangað var því ekki fýsilegt að fara. Hér var byggð allt frá landnámsöld. Fólk fékkst við veiðiskap, réri til fiskjar og bjó og bastlaði á sama hátt og forfeðurnir höfðu gert mann fram af manni, eins í dag og í gær. Frá fornu fari skiptir þetta svæði í 2 hreppa, Sléttuhrepp og Grunnavíkurhrepp. Mannfjöldinn í þessum hreppum var sveiflukendur eins og víða annar staðar á landinu, hátt í 800 manns í báðum hreppunum til samans þegar flest var og afkoma fólks var þolanleg eftir því sem gerðist fyrr á tíð. Á fyrri hluta þessarar aldar var útlitið bjart, vísar að þorpum urðu til og iðnvæddir lifnaðarhættir nútímans hófu innreið sína. Framtíðin virtist brosa við þessum byggðarlögum, en það voru einmitt þessir 9 tímar sem voru upphafið að endalokunum. Hver af öðrum fóru bæirnir í eyði og skömmu eftir miðja öldina voru allir fluttir burt. Landslagið á hinum eiginlegu Hornströndum sem ná frá fjallinu Rít að sunnan allt til Geirólfsknúps að austan einkennist af háum snarbröttum fjöllum og björgum sem rísa þverhnípt úr sjó. Inn í þessa hásléttu skerast litlar skeifumyndaðar víkur og stuttir firðir móti opnu hafi. Upp af stærstu víkunum ganga litlir en grösugir dalir, annars er undirlendi lítið. Sá sem kemur hingað að sumarlagi getur ekki annað en hrifist af þeirri náttúru sem hér er að finna. Allt er umvafið gróðri sem minnir helst á suðræna aldingarða og gönguferðir hlýlegar víkur þar sem hægt er að eiga stefnumót við frumbyggja þessa lands vekja með ferðalanginum sterkar tilfinningar og maður hugsar að paradís hljóti að hafa verið eitthvað þessu lík. Og þegar sest er niður að kvöldi sólríksdags eftir langa kvöldgöngu getur vafist fyrir manni að skilja hvers vegna fólkið flutti héðan burt. En ekki er allt sem sýnist. Þórleifur Bjarnason hefur lýst aðstæðum í nyrstu víkunum á ströndum í Hornstrendingabók. Þegar vetur lagðist að með hríðarbyljum, fannkingi og frosti varð hver afskekkt vík vetrarheimur þeirra fáu persóna sem þar bjuggu. Vikur gátu liðið svo að varla rofaði til í lofti og allt sökk í fönn. Fjallvegir gerðust ófærir vegna hörku og svellkenndir klettar buðu afreksmönnum einum til göngu. En menn gerðust undarlega færir á göngujárnum sínum bera klettasnaga snarbrattra fjalla. Þeir hjuggu fótum sínum niður í svellið svo að gneistar flugu undan og þokuðust niður hamrabelti og hlíðar til næstu víkur til þess að fregna af nágrönnum sínum og fullvissa sig að enn væru þeir nálægt mannabústöðum. Slíkir vetur hljóta að hafa lagst með ofur þunga á sálina.
Þar við bættist að eins og annar staðar á Íslandi voru allir fullfrískir menn á vertíðum fjarri heimilum sínum og þeir sem heima sátu gátu lítið annað gert en að horfa á brimið ólmast látlaust og gátu jafnvel átt von á sjónum inn á gólf hjá sér þegar verst var. Sambandið við umheiminn var ekkert og enginn hafði þess vegna hugmynd hvort eiginmenn, feður eða synir væru lífs eða liðnir. Þannig mótaðist lífsbaráttan af linnulausri orustu við náttúruna og endalausri bið eftir betri tíð. En sumarið lætur stundum bíða eftir sér. Þá endast snjóskaflar fram í júlí og stórhríð getur brostið á í hvaða mánuði ársins sem er. Þegar svo vorið loksins kemur eins víst að þá taki við 3 mánuðir með rigningu, sudda og kulda og að því búnu fari allt aftur á kaf í snjó í október. Þegar maður reynir að skilja hvernig það var í raun og veru að heyja lífsbaráttu sína í afskekktri Hamravík á Hornströndum, mikilvægt að gera sér grein fyrir því að einstaklingarnir voru ekki einir og sér, heldur bjuggu mannmargar fjölskyldur í bæjum sem varla voru meira en 50 fermetrar og stundum voru 2 fjölskyldur á sama bæ. Hversu margir voru í heimili hjá foreldrum þínum? Þegar við vorum þarna öll heima börnin, þá vorum við 7 og 9 og svo var gömul kona hjá okkur sem Jón hét. Það hafði verið 10 manns þá. Og svo í baðstofunni hinvegin 4-5 börn og af og ömmu. Svo vorum við annan gamalmenni líka, það hafði verið 9-10 manns þar líka. Svoleiðis það hafði verið 20 manns þannig í búðbænum. Og bústofnin stór? Nei, það var alltaf stór. Þótti gott að hafa svona 30 kindur, eitthvað svoleiðis, 1 belju og 1 og 2 hesta. Það nánast ógerningur fyrir nútíma mann að gera sér í hugarlund hvernig það hefur verið fyrir allt þetta fólk að þrauka veturinn á stað eins og búðum í Hlöðuvík. Eitt víst, þrengslin hafa verið ótrúlega mikil og nálægðin manna í milli hefur áreiðanlega oft verið meiri en góðu hófi gengdi, allan þann tíma sem beðið var eftir sumrinu. Og ekki voru skilyrðin skárri í nágrannavíkinni Hælavík. Stöndum við núna í bænum sem að þú ólst upp í? Já, hann hérna sko. Þessi múrpípa þarna, þetta múrpípan í mínum bæ sko. Hvernig voru veturnir hérna? Þeir voru skemmtilegir. Það var alltaf svona mikið líf og fjör hérna. Það voru nú hérna 20 krakkar. Alltaf nóg að gera. Það ekki mikla slægjur hérna, það lítið land. Já, þeir voru aðalega lítið hérna. Lítil tún, þetta var ekki neitt eiginlega. Það var svona rétt að var hægt að fá hann í beljum. Vitla það. Það ekkert land hérna sem hægt að rækta eða neitt. Þetta bara svona grót. Þegar þessari mynd brugðið upp, snýst spurningin ekki lengur hvers vegna fólkið sem bjó á þessum grasivöxnu hólum fluttist burt. Heldur miklu fremur það hvernig í óskupunum það gat þrifist við þessar ógnvænlegu aðstæður. Stór hluti svarsins við þeirri spurningu reyndar ekki langt undan.
Hornbjarg og Hælavíkurbjarg eru nyrstu útverðir Vestfjarðakjálkans. Þau rísa hæst rúmlega 500 metra yfir sjó, þvernhíft hlaðin upp úr misþykkum blágrýtislögum sem jafnframt eru eitthvert elsta berg á Íslandi. Þessir gífurlegu hamraveggir iða af lífi. Líffræðistofnun Háskólans hefur giskað á að í björgunum báðum verpi vel á aðra milljón sjófuglapara, sem þýðir að nálægt 2,5 milljón fugla dvelji í björgunum á vorin og fram á sumar. Mest áberandi svartfuglinn, langvíja stuttnefja og álka, alls 900.000 pör, en einnig talsvert af hvítfugli í björgunum, aðallega rita og fíll. Að auki verpa þar nokkur þúsund lundar og talsvert af hvítmáf og teistu. Fuglinn dvelur allan veturinn úti á sjó, en þegar líða tekur á útmánuði fer hann að fikra sig nær landi. Miðjan apríl mest af fuglinum komið að og hann farinn að huga að varpi. Fólkið í nágrenni bjarganna fylgdist vel með atferli fuglsins. Þegar von var á honum tók það að skima til hafs miklu oftar en áður og beið með óþreyju. Leið og fyrsti fuglinn sást tóku menn fram skektur sínar og réru undir bjargið. Heimskautsbaugurinn liggur aðeins örfáar mílur norðan við björgin. Þar geta orðið harðir og illskeittir vindar og fuglinn þarf á allri sinni hæfni að halda til þess að missa ekki flugið. En stundum dugir það ekki til og allstaðar undir björgunum að finna dauðan og deyjandi fugl sem annarkvort hefur rotast af steinkasti eða brugðist bogalistin og fallið niður. Það var þessi fugl sem hornstrendingar voru komnir að sækja. Heima við var allt ennþá í helgreipum vetrar og nýmeti ekkert að heitið gæti. Þessi fugl var þess vegna í senn kærkomin fæða og langþráður boðberi vorsins. Já, bjargi var náttúrulega aðalbjörgin hérna. Það ekkert að komast á sjó hérna nema nokkurinn sinnum á sömrin. Það allar bjargið bannaðar hérna. Ef að bjargið hefði ekki verið þá hefði ekki verið lifandi hérna. Það var alveg stórkostleg stund þegar ég smakkaði fyrsta eggið í vor. Maður fór alveg úr sambandi. Hér eftir snerist allt til betri vegar. Nú fengu menn egg eins og þeir gátu í sig tróðið, sólin hækkaði á lofti og brátt leið að því að bjargnytjarnar hæfust að fullum krafti. Samkvæmt ævagamalli hefð voru björgin á Hornströndum í öllum aðalatriðum almenningar. Ábúendur í víkunum sem áttu landað björgunum höfðu þó forgang að þeim svæðum sem þeir kusu að nýta. Og vegna nálægðarinnar voru það einkum þeir sem nýttu sér þau snemma á vorin. En bjargnytjarnar skiptu líka miklu máli fyrir aðra og þegar kom fram í lok maí tók aðkomufólk að drífa að í víkunum við björgin. Það kom fólk allstaðar að, Aðalvíku og víkunum hérna út frá og voru hér með sínar prívatfestar Og hvernig hafðist það fólk við hér? Það lág hér í Flatstanga í húsunum og í hlöðunum og allstaðar. Já. Sigtíminn var tími mikilla viðburða. Hver báturinn af öðrum kom að landi og fólk þyrptist með farangur sinn á land. Þá urðu bæir eins og Horn í Hornvík miðstöðvar mannlífsins á Hornströndum og ís og þís verbúðalífs sigdagana gagntók hvern einasta mann. Einangrun vetrarins var loksins rofin og konur og karlar hittust á ný, endurnýjuðu gömul kynni og sögðu tíðindi.
milli þess sem unnið var við undirbúning fyrir átakamikil og áhættusöm störf komandi daga. Og svo þegar allt var tilbúið og veður leyfði var lagt á stað upp á brún. Hvenær komstu hingað fyrst? Upp á bjargið? Já. Það er náttúrulega, þegar ég kom hingað fyrst, ég var svona 8-9 ára. Og varstu þá með í eggjatöku eða? Ég fékk að frá svona aðeins. Annars má segja að mín eggjavertíð byrjar ekki að marki hér á bjarginu fyrir ég var 18 ára. Hvernig var útbúnaðurinn? Útbúnaðurinn var festar auga, riður trollkarni og festin var bundin í það. Síðan hafði maður kvippu og það var eins og pils hlýrum yfir axlirni, búin til og trjápóka og svo voru hún bara svona þegar hún kom 300 klippum. Þegar upp var komið var verkum skipt. Fyglingurinn var verkstjóri og formaður. Í þessari aðstöðu voru orð hans lög. Það var þess vegna ekkert undarlegt að litið væri upp til hans sem hinnar óttalausu hetju sem lét hvergi svimandi hengiflug aftra sér, heldur sótti ótrauður gull í greipar bjargsins. Hvernig var að fara svona niður í fyrsta skipti? Það var stórt ævintýri sem maður var kannski búinn að þrá meginpartinn af ævin með þenn tíð. Ég hef verið með hans lengi, já. Þegar ég var smástrákur. Hvað varstu gamall þegar þú byrjaðir að fara upp? Ég var 14 ára fyrst ég byrjaði að fara með þeim. Svona 16 sennilega þegar ég byrjaði að fara niður í bjarg. Þú borðar þessa eggnafla? Já. Þetta er besti matur sem maður fæ. Svona til að byrja með minnst okkur. Svo fær maður nú leið á sem að borða þetta lengi. Hvernig var þetta gert í gamla daga? Voru þá kannski 30-40 menn uppi á vatni? Það voru svona frá kannski 5-6 manns og upp í 10 eftir því hvað var verið að síga mikið. Og þetta var nú líka þannig að það var oft fleira á festi heldur en kannski þörf var á. Höfðu menn gaman að þessu? Já, nú bæði það og svo var þetta nú líka, þetta var fæðuöflun. Þetta var ákveðið svona samtryggingakerfi sem var hér á ströndunum að allir fengu að fara á bjarg sem að vildu og þurftu. Þannig að jafnvel þó að var ekki þörf fyrir þetta fólk að þá var því leyft að vera á festi bara til þess að fá hlut. En var þetta borið til á syllunum sjálfu? Fyglingurinn var bara á ákveðnum festarhöldum sem að voru á ákveðnum bílum þar sem að þótti gott að fara niður. Og þar fór hann niður í hillurnar og svo kannski leysti hann af sér festina þar og gekk hillur þar sem að hægt var að ganga. Ef það var ekki hægt að þá kannski róla hann sér til svona fram og tilbaka til að ná eggjónum til hliðanna. Og þannig var bjargið hreinsað allt meira eða minna að ofan til. Alveg frá enda til enda. Lýstu því fyrir mig þegar þú ert þarna upp úr syllunum. Hvernig tilfinning er það? Þetta er bara svona veðurskapur, menn svona veðrast upp við þetta. Hvernig hafa fuglinn sér? Já, fyrst á vorin þegar hann er nýbúinn að verpa þá flýgur hann fyrra, reiðist svona meira fram og
riður ekki honum meira með sér. En svo eins og núna þegar það komið svona fram í, hann búinn að liggja á kannski í hálfa mánuð hluti af fuglinu, þá situr hann bara á. Maður þarf eiginlega sko að skófla honum að. Hversu langt fóruð þið niður í bjargið? Við fórum upp í 120 hana. Eins og festin þoldi, hún var 2 strengir. 2 mannileg strengir, tommu tó í þarmál og við fórum hann á enda þegar lengst var farið. Komstum ekki lengur. Þótt björgin 2, Hælavíkurbjarg og Hornbjarg, séu að flestu leyti sambærileg, er einn megin munur á þeim. Við Hornbjarg hagar svo til að auðvelt er að komast í land og sumstaðar má komast talsvert upp í bjargið án mikillar fyrirhafnar til þess að sækja bæði egg og fugl. En því er allt öðruvísi farið við Hælavíkurbjarg. Þar er nánast allstaðar þvernhýpi í sjó fram og talsvert langt upp í neðstu hillur þar sem fugls er að vænta. Þessi staðreind breytti miklu. Það er ekki vitað neinar nytjar í Hælavíkurbjargi fyrr en komið er fram á 17. 18. öldinni og það er aðeins eitthvað smávísar með brún eða tekin egg hérna og meðal annars er ein gjá hérna út á nóttunum sem heitir Sultargjá. Hún er alveg brún og það er sagt að þar hafi til forna margur sortinn fengið björgubú og þetta var Heiðibjarg, alla til Heiðibjarg. Það var aldrei vígt? Aldrei vígt þetta bjarg. Svolítið að það hlaut að vera mjög erfitt að brjótast undan því. Já, það var náttúrulega töluvert hjátrú, sko. Það var það. Og það þekktist yfirleitt ekki að menn töluðu ljótt niður í bjargi, sko. Það var aðeins einn maður hér sem var staðinn af því að bölvan er á 60 höfum, sko. Og það þótti alveg óguðlegt. Þetta engum í huga að gera þannig með honum. Hvernig var það? Fóru menn með einhverju bænir á því þeir fóru með? Já, já. Það var alltaf breytt svona fyrir augun. Þá var ég nú svona títja á milli fingrana, sko, hvort þetta verði ekki að verða búið. Mér þótti þetta alltaf langur tími og leiddist. En það voru ekki aðeins hjátrú, bábiljur og viðteknar venjur sem stóðu samfélaginu og Hornströndum fyrir þrifum. Árið 1760 bjó í Hælavík Stefán Benediktsson. Hjá honum og konu hans voru 2 barnungir synir þeirra, 3 sveitarómagar, 2 fullorðnar konur og 1 stúlka, 16 ára, alls 10 manns. Jarðabókin greinir frá þessum tímum í Hælavík. Torfrista og stunga bjargleg. Eggver og fuglveiði af svartfuglu er í Hælavíkurbjargi. Þarf að síga í vað og er ábúandi sjaldan svo efnaður að hann geti upp á vaðinn kostað, sem þarf að vera 100 faðma langur eða svo fólkmargur að hann gæti síið þótt vaðurum væri til. Hætt er húsum og heyjum fyrir stórviðrum. Heimræði er hér og lending slæm og brimsum og brúkast við heimræði lítt nema í bestu veðráttu gengur skip ábúandans eitt. Í Hælavík er lítið fisk. Það er því ljóst að Stefáni bónda var ekki auðsótt að bæta hag sinn, enda varð hann ekki stöndugri en svo að hann greiddi skylt tillag til hegningarhússins í Reykjavík með 1 vettlingum. Hann var þó ekki einn að vera lítt aflögufær. Það var kannski einbýlt hérna, einbýlt þarna, ekki mannskap til að stela neitt. Og það er til dæmis dæmi sem ætti að nefna ykkur svona smá dæmi til skemmtunar. Einar Sigurðsson á Horni bjó á Horni hérna fyrir austan okkur núna. Hann dó 1854 og hann var kallaður Einar ríki vegna þess að hann átti 60 fann suga. Það var nærri því eins og togareikn í dag. Einar hefur greinilega notið nálægðarinnar við Hornbjarg. Frá bænum á Horni er örstutt að fara upp á Bjargbrún og það hefur komið honum vel sem ábúanda.
Þannig tókst honum að yfirstíga fátæktina og hafa meira en nóg fyrir sig og sína. Það má þess vegna ljóst vera að sumir bændur á Hornströndum gátu orðið sæmilega bjargálna ef aðstæður leyfðu. En líf flestra hinna snýrist mest það allan ársins hring að hafa í sig og þá skiptu björgin megin máli. Þetta sennilega harðbýlasti hluti á Íslandi og engu að síður þá brast byggð aldrei í verulegu mæli hérna. Og á mestu hungurtímum þjóðarinnar þá flyktist margt fólk hingað á strandir bara til að hafa von í sig. Og það hefur einfaldlega verið það að bæði björgin gáfu alltaf af sér sama hvernig árferðið var. Það var á bæjanum hér í kring, þar var saltaðar fleiri tunnur af svartfugli fyrir veturinn og á þessu var lifað alveg fram á vor. Fuglinn var tekinn sko eftir þegar hann var kominn á unga. Það fóru menn hér upp á brún sko með stöng og snöruðu bara gengu eftir brúnni. Já, þeir fóru stundum niður í bjarg. Var fiðrið nýtt? Já, fiðrið var notað í sengur og kodda maður. Þetta hann sko til skemmtilegi íþrótta, snarafugl. Þú hefur gert það? Já, ég hef gert það. Hvað var tekið mikið af eggjum? Það mátti rekna með, ótti ágætt að fá svona 2500 upp í 3000 eggjum daginn á hverju festi. Og á þessum árum þá voru hérna 3 festir. Eftir þessu að dæma var heildarmagnið sem tekið var 70.000 egg. Og hér aðeins verið að tala Hælavíkurbjarg. Hornbjarg hefur að minnstakosti gefið annað eins. Hornstrendingar tóku því 140.000 egg úr björgunum á hverju vori, eða það bil 17 tonn. Þar við bættist allur svartfuglinn og það munaði minna. Hvernig voru eggin borðuð þér í gamla daga? Já, þau voru nú borðuð náttúrulega alveg ný og stropuð og unguð. Svo voru þau, eftir að fóru að oldna sko, þá voru þau náttúrulega ennþá betri. Það var alveg sérstakt sko. Og það fólk ennþá gamalt fólk sem að borðar úldin egg og það æðsti draumur að fá úldin egg. Og þau voru sússuð líka? Þau voru sússuð líka, jú. Þau voru góðu sússuð sko. Ég á meira að segja sússuð egg núna sko. Það var fleira en egg og fugl sem varð fólki til bjargar. Gróðurinn sem þrífst við þessi erfiðu skilyrði all sérstæður. Hér talsvert burnirót og allar Hornstrandir mikið hvönn. Hún unir sér ákaflega vel á þessum slóðum og var auðvitað höfð til matar. Og svo það þessi lágvaxna planta. Þegar Þorvaldur Thoroddsen var hér á ferð í lok 19. aldar, gerði hann sér að sjálfsögðu grein fyrir því að fólkið var afar fátækt. En hann furðaði sig samt á því hve margir virtust vel haldnir miðað við það sem hann hafði séð annar staðar, sérstaklega börnin. Og þegar hann grennslaðist fyrir þetta, lá svarið í augum uppi. Á sumrin söfnuðu menn eins miklu af skarfakáli og þeir frekast gátu og súrsuðu það. Þannig var séð fyrir sévítamþörfinni á veturna. Eftir öllu þessu að dæma má ætla að bændur á Hornströndum hafi á ýmsan hátt verið betur settir en fjöldinn allur af fólki annar staðar á Íslandi. Og eftir því sem fleiri höfðu efni á því að kaupa sér kaðal þegar tímar liðu, skánuðu lífskjörin. En það var ekki þar með sagt að öllum þrengingum væri lokið. Manst þú eftir því, eftir að hafa verið svangur hér? Já, ég geti nú, tíminn nú eftir því. Það var náttúrulega, ég var svo ógulega gráðugur, sko, það ekkert að marka.
Árið 1930 bjuggu foreldrar Kjartan Sigmundssonar á sama bæjarhólnum og Stefán Benediktsson hafði gert. En nú var tvíbýli í Hælavík og heimilisfólkið á báðum bæjum taldi tæplega 30 manns. 150 ár höfðu liðið en bústofninn hjá hvorri fjölskyldu sig var ennþá svipaður og hann hafði verið hjá Stefáni bónda. 1 nautgripur, 32 kindur og 1 hross. Það var sprenging í raunverulega þarna á mannfjöldasviðinu þarna á þessum árum með okkar kynslu. Bæði hlýnar hérna, eftir hérna síðustu aldamót þá hlýnar og það gefur meiri möguleika. Nú þetta fólk sem þá byrjar að eiga börn, þá kemur flest allir sínum börnum á legg, 8, 10, 12, 14, upp í 16. Það farið að stunda sjóun þeirra, það frjálsveslun og þetta hjálpar allt þess að lyfta þessu upp og þá farið að stunda björgin meira. Þeir geta farið að selja aðeins eggin, við fáum lítið, 10 stykki og 80 örum, 100 stykki og 8 krón. Það nær ekki lánsverð. Sjálfsþurftar búskapurinn sem verið hafði undirstaða tilverunar á Hornströndum var að líða undir lok og þar með menning sem meira eða minna hafði haldist óbreytt frá ómuna tíð og ætíð verið frábrugðin því sem annars staðar gerðist. En það leiddi til þess að Hornstrendingar voru oft á tíðum litnir hotnauga. Hornstrendingar voru í eðli sínu fáskiptið fólk sem óvægin lífsbarátta hafði gert hrjúfa og ómannblendna. Þeir leituðu lítið út fyrir sína heimahaga og letu sér nægja að sitja kyrrt í víkum sínum og búa að sínu. Þetta gerði það að verkum að þeir þóttu ærið undarlegir í háttum, fornlegir og jafnvel göldróttir. En hér kom fleira til. Hornstrendingar höfðu aldrei orð á sér fyrir að vera miklir búmenn. Ferðamenn sögðu frá því með nokkur í hneykslan að hábjargræðistíman þegar mest þurfti að gæta fjár og afla heyja, stykkju þeir frá búskapnum leið og þeir eigðu einhverja von veiði sem veitti þeim skjótfengnari björg en búhógrið. Þannig lifðu Hornstrendingar lífi sem á vissan hátt gekk gegn gildum hins gamalgróna bændasamfélags sem fólu í sér að bú væri landstólpi og menn ættu að einbeita sér að búfjárrækt. Þarvið bættist að Hornstrendingar framleitu lítið sem ekkert af verslunarvarningi og stunduðu lítt viðskipti, ef frá talin smávægileg verslun við erlenda duggara. Lengi framan af voru afurðirnar af rekanum nánast eina verslunarvaran, en Hornstrendingar voru miklir hagleiksmenn. Úr rekaviðnum smíðuðu þeir báta og búsluti sem frægir urðu allt land. En umsýsla rekans tafði þá líka frá búskapnum svo ekki urðu þeir gildari bændur fyrir það. En þeim var ef til vill vorkunn. Á harðindasumrum gat svo farið að engin heitauka næðist fyrir undir haust og þá hrakin og ónýtt. Auk þess var hafísinn tíður gestur á Hornströndum og eyðilagði fjörubeitina lengri eða skemmri tíma, en hún var undirstaða sauðfjárbúskaparins. Þannig hjálpaðist ýmislegt að til þess að skapa þá stöðu að orðið Hornstrendingur var hálfgilding skammaryrði í málinu, rétt eins og orðið Íslendingur í máli annarra þjóða. En þetta breyttist. Eftirspurnin erlendis eftir afurðum Íslendinga jókst stórkostlega og þar með áhugi Íslendingra sjálfra á afurðum sinna minnstu bræðra. Verslunarstaðir eins og Ísafjörður eldust gífurlega í lok 19. aldar og allt í einu hafði skapast markaður fyrir afla Hornstrendinga. Boltinn sem áttu eftir að rúlla í gegnum 2 heimsstyrjaldir og allt fram á okkar daga var kominn af stað. Þar með breyttust allar forsendur og ný kynslóð Hornstrendinga tók við. Ég held að við höfum átt stærsta þáttinn í tímalaust, allt lagðist niður. Eldra fólki voru miðaldra, það hafði ekki neitt möguleika að halda þessu úti áfram. Hér fór ég í 43, bæði Helluvík og Hlöðvík. Og svo fylgir Hornvíkin á eftir bara 2-3 árum seinna.
Unga fólki fór einn staðan alveg hreint. Nú var komið tækifæri fyrir það sem ekki var til áður. Þá var það komið allstaðar, bæði vestur í Djúp og suður Reykjavík, suður Akranes, suður Keflavík. Það var launavinnan sem heillaði? Já. Það var nóg að gera og geta komið undir fótunum. Það geta verið mannur með önnum. Ekki bara fátu konungssonur norður á Hornströndum. Þótt byggðin í námunda við björgin þynntist og hyrfið að lokum, var bjargnytjum engan veginn lokið. Þeir menn sem alist höfðu upp við bjarg sig héldu því áfram, því markaðurinn fyrir svartfuglsegg var enn fyrir hendi og það á líka við daginn í dag, þótt í minna mæli sé en fyrrum. Meðal þessara sigmanna eru Tryggvi, Einar Valur og Kjartan. Hvernig var þeim skipt? Það var skipt þannig að það fékk hver sinn hlut en sá sem átti festina fékk auka hlut, festahlut sem kallaður var, og sigmaðurinn fékk að jafnaði 2 hluti. Fyrir sína áhættu? Já. Ég veit ekki hvort ég er vel upp alveg, ég held hann að bara kemur á sjálfum sér. Það lærist. Það fylgist með þessum eldra og reyndar og lærir og endurbætir vonandi það sem hægt er. En bjargmenn þeir eru svo íhaldsamir að það má helst aldrei pröfa nýtt. Það er voðalega erfitt að fá að breyta ykkur hlutum en þeir eru svo íhaldsamir. Eru menn eitthvað hjátrúarfullir í þessu? Ég held ekki, ég veit það ekki. Þeir hafa það alveg fyrir sig bara. Það gengi allavega ekki í þessari bjargmennsku að vera alltaf í sömu nervu og svona því að maður þarf að skipta það helst daglega. Það var yfirleitt farið alltaf á sömu staðina sko. Mátt aldrei brjóta neitt. Þetta gamla lögmál. Fyrir en að ég fór náttúrulega að fara svona og við sko. Eins og til dæmis í Hollbjörginu. Við fórum úr fjöruna á þá staði sem að var sigið á í gamla daga. Þetta bara þekktist ekki þá og kannski eðlilegt vegna þess að það var ju dýrkeypt að kannski gera mistök. Nú síðan náttúrulega verður þróunin svo að það verða æ færri og færri sem fari í þetta. Fólki hverfur í burtu sem að bjó hérna þannig að það er ekki sami mannskapurinn til staðar eins og var áður. Og það enda með því að menn fara neðan frá þar sem að er hægt að ganga upp skriður eða gil, setja handvaði, fara upp eftir þeim og ganga svo hillurnar, bera saman í hillunum og fara svo aftur niður á handvaði. Nú höfum við okkur sjónum hérna, hvert farið þið? Við förum hérna upp á þetta nef og þaðan upp í þræðing sem er framhaldið þessum stóra þræðingi hérna í Pólveinu. Og hann liggur áfram austur eftir, en það er eins með hann sko, hann hefur ekki verið farinn fyrir núna síðustu kannski 8 til 10 árin. Hann er dálítið inn undir sig og svona frekar þröngur, þarf að skríða hann á köflum. Þar að ekki er nú eiginlega bara Meitilberg beint frá í sjó úr honum, þannig að þetta er ekki svona mjög glæsilegt að horfa fram á fyrir alltaf hann að loftfættaminn. Hættulega þegar sko niðurfalli. Þegar það er svona klaki sko og hiti þá er eiginlega ekki farandi undir björg og hrinar svo mikið. Þess vegna reynir maður að vera svona á nefjónum, ekki vera undir giljum og svona og vera ekkert á ferðinu svona í fjörunni, það er svona regla. Og vera ekki að þvælast undir ef að maður eru upp í bjargi, vera ekki beint undir honum. Þrátt fyrir alla varúð er engum blöðum það að fletta að bjargmennska er hættuleg. Steinn sem fellur úr mikilla hæð þarf ekki að vera ýkja þungur til þess að granda manni. Ótal sögur og sagnir eru til menn sem farist hafa í björgunum. Sumar þeirra eru ævagamlar og þjóðsagnakenndar en aðrar eru miklu nær í tíma.
Manstu eftir mannskoðum í bjarginu? Ekki meðan ég bjó hérna, ekki, ég man nú ekki sérstaklega eftir því, en það var seinna sko, eftir að ég byrjaði á þessu, þá voru þau mannskaðar. 2 í minni tíð. Annar þessara manna var Guðmundur Óli Guðjónsson, faðir Tryggva Guðmundssonar, en hann fórst við sig í Hornbjargi 1. júlí 1954. Þá kom skriða yfir festina sko, ég var nú á Bjargi þá. Kom skriða yfir festina bara og sleit sko 2-fold festi og slitnaði hann úr festinu og það reif festin úr höndunum á okkur á brúnni sko. Alveg, það voru eftir 2 faðmar af festinu þeirra stoppaði. Hann var illa farinn. En það hefur ekki stoppað sonans? Nei, það stoppaði hann ekki. Þetta er algjörlega allt annar heimur heldur en sá heimur sem við þekkjum yfirleitt og maður sér allstaðar hvað það er stutt í dauðan, ekki bara upp á hæðin að gera, heldur maður sér fuglinn meira að minna dauðan, líf kvikna og líf deyja út en hins vegar er maður náttúrulega líka maður er lífhræddur, það er bara mannskjarn eðlilegt og menn sem eru að byrja að fara hérna finnst þeir vera að renna til, mennum finnst þeir vera að fara fram af þó að það sé alls ekki rauninni. Þannig að töluverður hluta þessu er bara þjálfun. Og þó maður sé að skríða á einhverjum þræðing með aðra löppina fram að þá maður veit að þetta er ekkert mál að gera það, maður hefur gert það áður. Þetta verður rútína, sérstaklega maður fer á sömu staðina aftur og aftur. Þetta er dálítið svona ógnveikjandi, sérstaklega fyrir unglinga. Ég man að ég var hálf hræddur fyrst en mér langaði samt aftur strax og fór. En allt tekur enda og nú má segja að þeir Tryggvi og Einar séu síðustu geirfuglarnir í björgunum á Hornströndum. Nú eru það fáir aðrir en þeir og Tófan sem koma hingað til þess að sækja sér björg í bú. Og þó að þeir séu hrifnir af svartfuglseggjum, fær maður það sterklega á tilfinninguna að þau séu nú ekki aðal ástæðan fyrir því að þeir koma hingað á hverju vori. Að þetta sé ekki bara vani þegar menn byrja á þessu. Þetta er líka einhvern veginn óskapleg lífsnaut, svona með einhverjum hætti. Það er voðalega erfitt að skilgreina hvað það er. Ætlarðu að koma aftur hérna næsta ár? Já, ég reikna nú með því. Skrepp allavega. Það er erfitt að skrúa alveg fyrir þetta. Hefurðu komið hingað á hverju ári síðan þú fórst? Nei, það gerði ég ekki. Ég passaði mig á því sko þegar ég fer hérna 22 ára gamall þá gerði mér sterk grein fyrir því að þessa töfra var ég að brjóta af mér með einhverju móti og ég kom ekki hingað í 28 ár. En eftir 28 ár taldi ég maður hafa efni á því að glíma við þessa töfra og hef gert það síðan. Það eru mikil forréttindi að njóta leiðsagnar þessara manna þeirra eigin heimahaga. En saga bæjanna við björgin er aðeins hluti af því sem var að gerast á þessum slóðum. Nú hefur Tófan gert sér greni í tóftinni í Hælavík. Það er ekki annað að sjá en að hún hafi haft það gott þótt bústaðurinn hafi ef til vill verið valinn af illri nauðsyn. Þar sem þetta var eini auði bletturinn í Hælavík vorið 1995. En hún er greinilega velkomin. Já, það er gaman að koma hérna og minnast farinnar ferðar. Það rifjast margt upp.
Finnst þér eftir sjá í þessu eftir? Ég veit það ekki. Þetta var náttúrulega ekki við neitt að vera hérna. Þetta hlaut náttúrulega að leggjast í eyði. Jafnvel á mælikvarða Hornstranda og Jökulfjarða voru Hælavík og Hlöðuvík mestu rýrðar kot og engum þótti skrítið að þau færu í eyði þegar annað betra bauðst. Hins vegar óraði engan fyrir því að aðeins 20 árum eftir að síðasti ábúandinn yfirgaf víkurnar yrði engin eftir á öllu því svæði sem einu sinni nefndist Slétturhreppur og Grunnavíkurhreppur. En það er önnur saga sem verður sögð í seinni hluta þessarar myndar. Íslandi. Við sjáum nú seinni hluta sem fjallar eyðingu byggðar á Hornströndum og í Jökulfjörðum og nefnist Á hala veraldar. Dagskrárgerð annaðist Steinþór Birgisson. Vorið 1883 sigldi maður nokkur til Íslands og horfði á það að rísa úr hafi. Þessi maður hafði náð langt í heimalandi sínu og verið sýndur margvíslegur sómi. Og nú var hann kominn til Íslands. Þar fannst honum tækifærin blasa við. Hann gaf kafteini sínum skipunum að sveigja vestur með landinu og taka stefnuna á Ísafjarðardjúp. Þegar þangað var komið, sigldi skipið inn á lygnan fjörð sem varla var vaknaður eftir langan og snjóþungan vetur. Skipið varpaði akkerum. Áhöfnin hafði hraðar hendur og skaut út báti. Síðan var manninum róið í land. Hann átti erindi við þá sem réðu ríkjum í grasivöxnum torfbæ sem var einn húsa við fjörðin. Þarna var kominn maður að nafni Sven Foyn, ókrýndur hvalveiðikonungur norðmanna. Erindi hans til Hesteyrar við Hesteyrarfjörð í Jökulfjörðum var að fala land undir hvalstasjón. Bændur komu út á hlað og störðu í forundran á gestin meðan hann bar upp erindi sitt. Þeim leist miðlungi vel á þótt komumaður væri þess legur að vera vanur að hafa erindi sem erfiði. Hvað kom þeim þetta við? Þetta var útlendingur og þeir vildu enga erlenda innrás í sitt land. Þeir neituðu með öllu málaleitan þessa norska höfðingja og hann sneri snúðugt á braut og leitaði fyrir sér land annars staðar. Þessi heimsókn í afskekktan fjörð út við ysta haf markaði upphafið að stórkostlegri byltingu. Byltingu sem var róttækari en flest það sem Íslendingar höfðu áður upplifað. Hesteyrarbændur mistu af lestinni í þetta sinn, en þetta var engan veginn það síðasta sem þeir eða aðrir íbúar Hornstranda og Jökulfjarða áttu eftir að sjá til norðmanna og stórbrotina áætlana þeirra hvalveiðar við Ísland. Nútíminn var mættur og hér eftir var engin leið tilbaka.
Ef finna ætti eitt einstakt orð sem lýsti öðrum fremur samfélaginu og Hornströndum og Jökulfjörðum á 19. öld, það sennilega orðið kyrrstaða. Þar höfðu svo til engar breytingar orðið í mörg hundruð ár. Engin þéttbýlismyndun og daglegt líf manna í svipuðum skorðum og það hafði verið frá miðöldum. Eftirfarandi samtímalýsingar bregða upp sterkri mynd af ástandinu. Í klæðaburði eru menn hér á eftir tímanum. Vanalega klæða menn sig mikið og nær því eins á öllum árstímum. Böð þekkjast alls ekki og sjaldgæft mun að nokkur þvoði sig allan í einu sinni á ári, hvað þá heldur oftar. Bæir eru hver öðrum líkir, dimmir og loftvondir. Bókleg menntun ekki mikil, menn vita sára lítið það sem gerist í heiminum og ekki verður vart við pólitískt líf eða hugsanir í þá átt. Nærri allir eru bláfátækir, en þeir ger ekki mikla kröfu til lífsins. Lítið hér verslun og verslunaskuldir og allflestir eru ánægðir hér. Þetta var ef til vill ekki svo mjög frábrugðið því sem almennt gerðist á Íslandi fyrir á tímum. En þetta fólk galt fyrir einangrun þessa útkjálka og ótrúlega óblíða náttúru. Eina leiðin til þess að lifa af var að kappkosta að ná sem mestu út úr þessari náttúru og til þess nutu menn engrar utanaðkomandi aðstóðar eða áhrifa. Sex árum eftir að Sven Foyn hafði heiðrað Hesteyrarbændur með heimsókn sinni, fengu þeir aðra heimsókn. Að þessu sinni var á ferðinni maður sem í þeirra augum stóð síst að baki norska hvalveiðigreifanum. Þessi maður hét Ásgeir Ásgeirsson, etasráð á Ísafirði, eigandi verslunarfyrirtækis sem bar nafn föður hans, Ásgeirs Ásgeirssonar skipherra. Þegar Ásgeir skipherra kom heim frá námi í Danmörku 1850, var Ísafjörður ekki annað en smá pláss, þar sem danskir einokunarkaupmenn höfðu haft aðsetur. En eftir að verslunin var gefin frjáls, fóru Íslendingar smám saman sjálfir að láta til sín taka. Meðal þeirra var Ásgeir skipherra. Hann hóf þilskipaútgerð, verslun og fiskútflutning og 20 árum síðar var Ásgeirsverslun orðin umtalsvert fyrirtæki. En þetta var aðeins byrjunin. Þegar hann lést árið 1877 tók sonur hans við rekstrinum og áður en langt leið fóru umsvifin að aukast verulega. Fiskmarkaðir Íslendinga í Evrópu stækkuðu með miklum hraða og Ásgeirsverslun þandist út. Í þessari miklu uppsveiflu jókst eftirspurnin innanlands eftir fiski og Ásgeirsverslun fór að renna hýru auga til Hornstranda og Jökulfjarða og þess sem þar var aflað. Og það var erindi Ásgeirs yngra til Hesteyrar, að falast eftir landi undir útibú verslunarinnar á Ísafirði. Í þetta sinn tóku bændur gestinum vel og brátt samdist lóðina. En Ásgeir vildi meira. Þórleifur Bjarnason lýsir samningaviðræðunum meðal annars svo. Af einhverjum dularfullum ástæðum sótti Ásgeirsverslun fast eftir að fá leigða Eyri eina 2 kílómetrum innan við byggð á Hesteyri, var hún kölluð Stekkeyri. Eyrin lítil sig og stendur yst undir brattri fjallslíð. Við hann mikið aðdýpi. Hesteyringar urðu við óskinnar voldugu verslunar, þótt þeim hafi reynst örðugt að skilja hvaða gagn stórveldið ætlaði að hafa af þessari Eyri svo langt frá verslunarstaðnum. En þeir sáu svo sem ekki eftir henni. Sagt að Ásgeirsverslun hafi greitt í ársleigu 30 krónur fyrir verslunarlóðina á Eyrina. En Hesteyringar áttu eftir að komast að því hvað Ásgeirsverslun ætlaðist fyrir. Í vændum voru aðgerðir og umsvif sem áttu sér engin dæmi í sögu þessa sveitarfélags. Fimm árum eftir að Ásgeirsverslun nam land á Hesteyri, í maímánuði 1894, beindi gufuskip mikið för sinni inn Hesteyrarfjörð og lagðist framan Stekkeyrar. Var fljótlega farið að flytja í land furðulegustu tæki, bjálka til húsagerðar,
vélar og margs konar hluti. Hér voru komnir bröðrinu Bull frá Túnsbergi í Noregi, þeirra erinda að reisa hvalveiðistöð á Stekkeyri. Trégólf var byggt yfir fjöru, bryggjur voru smíðaðar, gufuspilum var komið fyrir og stærsta hús sem sveitarmenn höfðu séð reis. Þetta mun hafa Ég held að ég muni nú bara eftir mér svona 4-5 ár og man, hvað ég maður segja, ákaflega vel eftir hérna mínum uppvexti hérna og átti hérna afskaplega góða daga. Af hverju hafði nú fólk atvinnu hérna mest? Já, flestur hafði nokkrar kindur, 20-30 og 1-2 kýr. En svo stunduðu þau sjóinn, það var útgerð hérna, voru nokkrir mótorbátar og fiskmóttaka og ég man eftir því að það var saltaður fiskur hérna og hérna skip kom og sóttu þennan fisk á ákveðnum tíma. En hvað með voru hérna bryggjur hérna á svona? Nei, hér voru ekki bryggjur. Samt mér í barnsminni að það var einhver laus bryggja sem var notuð og sett fram þegar að skip kom til að sækja saltfiskinn. En annars voru það árabátar sem nýttir voru. Hvað heldur að hafa verið margt fólk hérna sem að bjóða? Það var innan við 100, ég get ekki... Þegar ég hugsa tilbaka, þá finnst mér að fólki hafi verið miklu fleira. En að öllum líkindum hefur að vera svona 70-100 manns. Segðu mér aðeins frá foreldrinu. Faðir minn hét Guðmundur H. Halldór Albertsson og hann var fæddur 1896 og fór 15 ára gamall til Noregs vegna þess að eldri bróðir hans sem hafði farið áður, hann kom og sótti hann. Síðan fór pabbi til Afríku og var þar 3 ár. Svo kynntist hann mömmu þarna í mildtíðinni, hún var norsk og svo giftust þau sig í Noregi 1924 og komu hingað til lands og pabbi setti hérna á staðnum verslun og verslaði hérna. Voru þetta ekki viðbrigði fyrir mömmu þína? Þetta voru geysileg viðbrigði held ég og hún ætlaði ekki að læra íslensku en svo snerist henni hugur og mamma dó 1989 sem hálfgerður Íslendingur og líka Norðmaður því að já, hún átti sterkar rætur þar líka. Þegar móðir Dagnýjar kom til Íslands árið 1924 höfðu engir norðmenn verið á Hesteyri í 9 ár. Þar var heldur engin Ásgeirsverslun og hafði ekki verið síðan 1919. En sá tími sem bæði hún og norðmenn voru á sjónarsviðinu hafði haft afgerandi áhrif. Á árunum 1880 til 90 voru fádæma harðindi. Þar við bættust miklar náttúruhamfarir. Hafís var landfastur ár eftir ár og hungurvofan fyrir hvers manns dyrum. En í þetta sinn varð hafísinn fólki í Ísafjarðardjúpi til bjargar. Norðmenn höfðu stundað hvalveiðar við Norður-Noreg nokkurra áratuga skeið með nýrri og afkastamikilli tækni sem vinur vor, Sven Foyn, átti stóran þátt í. Hann fann upp sprengiskutulinn sem olli byltingu í hvalveiðum.
Skuttlinum var komið fyrir í aflmiklum gufuskipum sem voru sérstaklega smíðuð til þess arna og nú hófst mikið blóðbað. Áður var ekki unnt að veiða stóra og hraðsynda hvali, en nú var þeim ekki undan komu auðið. Svo hart var gengið fram að hvalir hurfu nánast af heimamiðum Norðmanna og þar voru sett hvalfriðunarlög árið 1880. En nú upphófst sami leikurinn á Íslandsmiðum. Norðmenn gengu að hvölunum sem leitað höfðu undan hafísnum inn á Ísafjarðardjúp og hinna stærri firði eins og Kindum og Blóðvelli. Heimamenn stóðu höggdofa. Hvalkýrnar sem voru vanar að koma með kálfa sína inn á firðina á vorin og fólk hafði gefið gælunöfn eins og Grána og Skjalda, voru nú orðnar að hráefni í jafn ólíka hluti og sápu og sprengiefni. Íslendingar höfðu beinlínis fengið iðnbyltinguna í hausinn. Hvalstöðvar þutu upp hver af annari og aldamótin voru þar orðnar 8. Ísafjörður var miðpunkturinn og samgöngurnar þaðan við Noreg og Bretland voru miklu betri en við Reykjavík. Ísafjörður breyttist á örskotsstundu úr smá kaupstað í nútímalegan útgerðarbæ og margir stór efnuðust á viðskiptum við hvalstöðvarnar. Þeirra á meðal var Ásgeir Ásgeirsson. Árið 1889 keypti Ásgeirsverslun fyrsta íslenska gufuskipið, Ásgeir litla, sem hafður var í áætlunarferðum Ísafjarðardjúp. Fyrirtækið rak líka fyrsta gufuknúna millilandaskipið sem Íslendingar eignuðust. Það var í daglegu tali kallað Ásgeir stóri og sigldi með saltfisk til Miðjarðarhafslanda og vörur aftur heim til Ísafjarðar. Þegar fyrirtækið hafði mest umleikis gerði það út 16 þilskip auk gufuskipana og hlutdeild þess í saltfiskverslun þjóðarinnar var 15%. Það er mál manna að Ásgeirsverslun hafi á mesta blómatíma sínum verið eitt allra stærsta einkafyrirtæki á Íslandi, fyrr og síðar. En þótt langur vegur væri milli lífstíls fyrstu íslensku stórkapitalistana og almúans, breytti koma Norðmanna öllu fyrir hann líka. Fjöldi fólks fékk vinnu á hvalstöðvunum. Menn í öðrum landshlutum hópuðust til Ameríku vegna erfiðrar lífsbaráttu, en á Vestfjörðum vantaði fólk til vinnu og allir fengu greitt í peningum en það hafði verið fátítt áður. Það var engu líkara en að Ameríka væri komin til Vestfjarða. Alls er talið að Norðmenn hafi veitt það bil 17.000 hvali meðan þeir voru hér. Stöðin á Stekkeyri umskapaði líf fólksins á Hesteyri. Aldamótin voru risin þar 10 lítil timburhús í stað torfbæjanna. Þar var líka kominn barnaskóli og læknir. Trúarlífið tók einnig stakkaskiptum, því Markus Bull, forstjóri hvalveiðistöðvarinnar, gaf Hesteyringum kirkju sem hann flutti tilbúna frá Noregi. Og nú var engin hætta á því að nokkur yrði hungurmorða þegar illa áraði, því Norðmenn nýttu hvalkjötið ekki neitt og gáfu það hverjum sem hafa vildi. En hinn vestfirski Adam var ekki lengi í paradís.
Hvalurinn flúði æ lengra norður og austur með landinu undan gengdarlausri ásókn. Flestar hvalveiðistöðvarnar fluttu því starfsemi sína til Austfjarða. Á lokaskeiði hvalveiðanna var stöðin á Stekkeyri orðin ein örfárra hvalstöðva í landinu. Þá voru norðmennirnir flestir farnir til Afríku, þar sem þeir hugðust stunda samskonar rányrkju og á Íslandi. Haustið 1915 yfirgáfu norðmenn stöðina á Stekkeyri fyrir fullt og allt. Hvalveiðibann gekk í gildi og þar með var ævintýralegum kafla í Íslandssögunni lokið. En áhrif norðmanna voru mikil og leiddu meðal annars til þess að Ísfirðingar urðu fyrstir til þess að setja vélar í bátana sína. Þar með var lagður grunnur að miklu öflugri sjávarútvegi Íslendinga. Sumir af helstu framamönnum þjóðarinnar, til að mynda Hannes Hafstein, höfðu persónuleg samskipti við norsku hvalveiðiforstjórana og lætur að líkum að þau kynni hafið aukið trúna á möguleika Íslendinga sjálfra til að nýta auðæfi hafsins með stórtækum hætti. Þess var heldur ekki langt að bíða að nýjir húsbændur setti stað í Hvítahúsinu á Stekkeyri, fyrrverandi aðsetri norsku mógúlanna. Árið 1924 keypti útgerðarfélagið Kveldúlfur sem Thor Jensen stofnaði öll mannvirki á Stekkeyri og hóf þar síldarbræðslu. Og það var einmitt vegna tilkomu þeirrar verksmiðju sem Guðmundur Albertsson setti á stofn verslun sína. Nýkominn með brúði sína frá Noregi eftir að hafa siglt með norðmönnum til Afríku og skoðað heiminn. Hvað heldur að hafi unnið hérna margt fólk svona bara á að giska? Já, það nú eiginlega dálítið erfitt fyrir mig að svara þeirri spurningu en ég held ég megi segja að það hefði skipt 100 þegar mest var. Þannig að það hefur verið nóg að gera í búðinni? Já, það var mjög mikið að gera oft og mér það mjög í minni að oft voru svo margir togarar hér að það var löndunarbyggð. Margir togarar voru hérna fyrir framan og biðu eftir því að komast að. Nú það sem við sjáum hér í dag fyrir neðan okkur, þetta eru eingöngu leifarnar, það er búið að fjarlægja meirihlutann, mikið af þessar hrunið. Þannig að það má segja að þessi reykáur sem hér þannig er fyrst og fremst sem minnisvarði. Voru þá byggingar hérna alveg? Hér voru margar byggingar. Nú en flestar þessar byggingar sem við sjáum þá eru brunarústir, það hefur verið reynt að reynsa hér til og það er engin vanþörf á því heldur að reynsa enn betur því að það tekur allt sinn tíma því að þetta voru miklu bitar og miklu bjálkar. Nú hér áttu margir sín spor og það kom fyrir líka að hingað fór ég sem drengur og fór það kannski með mat í föt að handan á föður mínum. En það hefði eiginlega engin trúað þess á þeim tíma, sérstaklega meðan síldarverksmiðjurnar voru í fullum gangi. Að hér ætti allt mannlíf, öll föst búseta ætti eftir að leggjast af. Það er nú lítið að vera hér núna. Það er smáfuglar sem að eiga sér hreiður hér. Kveldúlfur var stórveldi á sínum tíma. 3 af hverjum 5 fiskum sem fluttir voru út frá Íslandi á þessum árum voru á vegum þessa eina fyrirtækis. Þeir gerðu út fjölda togara sem stunduðu síldveiðar á sumrin og hér var gott að vera.
Allstaðar vaðandi síld, meira að segja inn á Hesteyrarfirði. Það voru því hæg heimatökin. Togararnir mokuðu upp silfrinu og Hesteyri blómstraði sem aldrei fyrr. Stöðin hafði afskaplega mikið að segja og það má náttúrulega segja það að hún hafði verið uppistaða hjá mörgum. Já, þar fékk hvorki peninga, vann þar mikið, sumrin. Margir kom frá Reykjavík og voru þarna í bröggum hérna og það var ákveðlega fjörugt hérna á þeim árum. Hesteyri var ekki eina þéttbýlið hér slóðir. Í Aðalvík hafði verið útræði langan aldur, en þegar vélbátarnir komu til sögunar, upp úr aldamótum, tóku byggðir að þéttast, sérstaklega á Látrum. 1930 voru sprottin upp smá þorp bæði þar og á Sæbóli. En launavinnan freistaði og á sumrin kom alltaf hópur fólks frá Aðalvík að vinna sér inn peninga í verksmiðjunni. Síld var brædd á sumrin, karfi á haustin og sumir fengu vinnu borð í togurunum. Jú, ég held að það megi segja að Hesturinn hafi verið ákveðin höfuðborg. Að vísu voru fleiri íbúar á Látrum, en svo atvinna sem bauðst hér að sumarlagi, hún var ákveðlega mikið lyftistöng, ekki bara fyrir Hesturinn heldur líka fyrir hreppinn allan. Nú svo kemur hingað símstöð, síðan sími lagður frá Hesteyri yfir að Látrum og 1939 sími lagður til Sæbóls. Þannig að þetta var nú ákveðnu tímabili töluvert miðsvæðis og menn hugsuðu ekki svo mikið þessa einangrun sem að síðar verður. Til Hesteyrar kom líka fólk af öllum ströndum og jökulfjörðum til að versla hjá Guðmundi kaupmanni. Þar stendur verslunarhúsið hans enn, lítið breytt. Þar keypti fólk frón kremkeks, petit súkkulaði og kaffibaunir sem menn möluðu sjálfir. Og Dagný dóttir hans afgreiddi meðan hann var sjálfur við útibúið á stöðinni. Hafðu foreldreinir og þið það ekki nokkuð gott? Jú, við lifðum góðu lífi. Og ég held bara að Hesteyringar yfirleitt hafi haft það gott. Alltaf var nóg að bytta og bröða, kannski pynti mig sjálf, eins og gerst og gengur, en nei, það var ekki fátækt hérna. Ég sagði að það verið erfiðara víða annars staðar þar sem að fjölskyldurnar voru mjög margar. Það var ekki hérna. Þetta voru kannski 4-5 börn, að vísu þykir það nokkuð mikið nú á dögum. Auðvitað bjuggu fátækustu og leið fjölmennustu fjölskyldurnar á harðbýlustu stöðunum eins og víkunum fyrir norðan. Á Hornströndum undirlendi nánast ekki neitt og há fjöll á alla vegu. Og þó að Hesteyri hafi verið miðsvæðis var engan veginn víst að læknirinn þar eða ljósmóðir kæmust á staðinn í tæka tíð þegar börnin komu í heiminn eða veiktust. Það gerði heldur enginn að gamni sínu að fara með veik börn há vetur yfir erfiða fjallvegi til sjúkradvalar á Hesteyri. Og ekki var efnilegra að leggja í slíkt ferðalag á sjó í vondu veðri frá stað eins og Hrafnfjarðareyri í Hrafnfirði. Jökulfirðirnir eiga það sameiginlegt með Hornströndum að þar fjöllin brött og undirlendi af skornum skammti. Hér líka feikileg snjóþyngsli og snjó tekur seint upp. Á Hrafnfjarðareyri æði kuldalegt að litast þótt komið sér fram í júlí
og það er erfitt að sjá fyrir sér að þessi jörð hafi getað borið margt fólk. Samt bjó hér síðast 12 manna fjölskylda og komst af, þó það hafi áreiðanlega oft verið mjög erfitt. Jökulfirðirnir allir voru í Grunnavíkurhreppi nema Hesteyrarfjörður sem í Sléttuhreppi. Allir firðirnir voru yfirleitt í byggð nema einn og árið 1930 var 21 bær í hreppnum og íbúarnir voru 253. Jarðirnar voru hins vegar flestar rýrar. Í sveitinni allri voru ekki nema nokkrar jarðir sem náðu því að vera meðaljarðir á landsvísu. Þar við bættist að vélvæðingin í sjávarútveginum hafði ekki nema að litlu leyti átt sér stað í landbúnaði, allra síst hér. Þá má því að líkum láta að fleiri hafi átt erfitt uppdráttar en fjölskyldan á Hrafnfjarðareyri. Ein af betri jörðum sveitarinnar var Dynjandi í Leirufirði. Á Dynjanda hafði verið eitt af útibúum Ásgeirsverslunar sem bóndinn þar, Benedikt Benediktsson, stjórnaði. Þar stóð reisulegt tvílyft timburhús, byggt árið 1905. Glæsilegur vitnisburður þann stórhug sem hér var í byrjun aldarinnar. Árið 1927 hóf ungur maður, Hallgrímur Jónsson, búskap á jörðinni. Hann var nýbakaður tengdasonur Benedikts, giftur Kristínu, dóttur hans. Á Dynjanda áttu þau eftir að búa ásamt börnum sínum í 17 ár. Á Dynjanda var tvíbýli. Ég man ekki til neinum torg á hér. Þetta er torgbæ. Það var víða orðið bara sæmileg hús ekki. Þetta var alltaf stæðsta húsið. Já. En hvað voruð þið mörg fjölskyldi? Við vorum 8 systkini. Og svo var hann alltaf vinnufólk. Þá var við fórum að hjálpa til. Kannski liggur beinustu að spyrja, var gott að búa hérna? Mér sjálfstu leið mann alltaf vel hérna. Skort var enginn, það var alltaf nóg að borða. Maður var mjög annað með að vera hérna. Þetta var þetta erfitt, ívuleg vinna. Þetta var svo mikið grjót og þúfur í túnina. Það var engin slettur blettur eða lítið, svona smá hólar. Þetta var það hér utar, þar var mikið betri tún, þau voru ekki stór. Það var heyja hér alla, hérna einfrá var heyja. Allstað þar sem hatt bara að fá gras. Það botnar engin í því múnar, sko. Þetta var allt slegið með orfaljá. Fjakkað svona dag eftir dag. 10 tíma dag eða meira og allt reitt á hestum. Og ég held að það ekki verið til eins og kerra hérna þeirra. Þetta var hérna, hestakerra. Það var ekkert hægt að fara eins og. Sjáu hvernig túnið er. Þetta voru þeir konum með hestakerri hérna. Í Merabænum. Það var rosa vinna. Þetta maður andist þessu. Þetta þótt ekkert. Sjálfsagt hluti bara. En Hallgrímur treysti á sjóinn. Bændur sem bjuggu á betri jörðum voru margir taldir nokkuð efnaðir. Eins og til dæmis hér á Kvíum, þar sem þótti rausnar garður. En þessi auður, ef auð skildi kalla, byggðist á því að þessir bændur áttu báta og gátu sent vinnumenn sína á vertíð, borgað þeim lág laun og fengið megnið af vertíðarhlutnum sjálfir. En nú voru komnir brestir í þetta fyrirkomulag og í hinum ört vaxandi þorpum á Íslandi leyndist eyðingaraflið sem að lokum átti eftir að binda endi á sögu mannabyggðar á þessu svæði. Sífellt erfiðara varð að fá vinnufólk og það ógnaði búskapnum í Jökulfjörðum verulega. Hallgrímur var sjálfur af fátæku fólki kominn,
en fór sem vinnumaður að Dynjanda 17 ára gamall. Að hefja búskap á einu af höfuðbólum sveitarinnar var stórt skref og þegar tengdaforeldrar hans féllu frá, keypti hann jörðina, mest alla í skuld. Kristín kona hans var óskilgetin dóttir Benedikts og samkvæmt landslögum arflaus. En þau hjónin voru ekki að gefast upp. Hallgrímur hamaðist við búskapinn og sótti sjóinn fast. Fyrst á árabátum, svo á vélbátum. Og svo þegar börnin stækkuðu urðu þau vinnuaflið sem til þurfti. Hallgrímur segir svo frá. Þarna á Dynjanda, á báðum bæjum, óx nú upp ný kynslóð. Á meðan hún óx úr grasi, breyttist þjóðfélagið ört. Þá þegar bárust fréttir af háum tekjum fólks í ýmsum sjávarplásum og það var auglýst eftir vinnandi fólki. Auðvitað höfðu þessar fregnir áhrif á fólk, einkum unga fólkið. En þetta urðu meiri og róttækari breytingar en nokkuð gat grunað. Maður átti ekki von á því að hinn nýji tími með alla sínar umbætur á ýmsum sviðum næði til hinna afskekktustu byggða. En þetta voru nú hugarórar ungs bónda vestur við Jökulfirði á því herrans ári 1937. En nú voru einnig blikur á lofti í Sléttuhreppi. Allt frá byrjun hafði síldarverksmiðjan malað gull og séð fólkinu á Hesteyri fyrir lífsviðurværi. En nú fór síldin sömu leið og hvalurinn og eins og áður fylgdu verksmiðju eigendurnir í kjölfarið. Haustið 1940 þögnuðu vélarnar í verksmiðjunni á Stekkeyri fyrir fullt og allt og útlitið var ekki bjart. En fólkið fekk ofurlítinn gálgafrest. Árið 1940 var Ísland hernumið. Uppbyggingin sem fylgdi hernáminu náði líka hingað. Því Bretar byggðu radarstöð á fjallinu Rit í Aðalvík og margir fengu vinnu við byggingu hennar. En hérna þegar það var ljóst að síldarstöðin og þessi rekstur hér myndi leggjast af, hvað, reyndu menn ekki eitthvað til þess að halda fyrir lífsgrundvöllingum? Jú, en ég raun og verum að segja að Bretavinnan í Aðalvík, hún hefði kannski á vissan hátt verið dragbítur á athafnasemi hérna í hreppnum. Vegna þess að það var eiginlega ekki hugsað neitt fyrir því hvað tæki við þegar að Bretavinnan legðist niður. Það voru engin frystihús og það var þessi nútíma tækni þeirra tíma. Hún var raunverulega ekki komin á þennan stað hérna. Eftir að Bretavinnu lýkur þá var nú farið að hugsa fyrir því hvað sé hægt að gera til að halda lífi í staðnum og þessum svæðum sem eru hér í nágrenninu, Aðalvík, Sæbóli, Látrum og reynda fleiri stöðum. Og þá eru byrjaðar vegaframkvæmdir og það var byrjað að leggja veginn frá Hesteyri. En því miður þá náði vegurinn aldrei nema, á að giska hálfa leið upp í skarðið sem kemur upp á Hesteyri. Það er endaðan. Hugmyndin með veginum var að tengja saman Hesteyri og Aðalvík. Það tókst ekki. Dýrar framkvæmdir hefði þurft á báðum stöðum til þess að hægt væri að stunda sjó með nútímalegum hætti.
Það var algjör forsenda þess að þar væri hægt að búa. En til þess fékkst ekkert fjármagn. Þar að auki var komið los á íbúana. Nokkrir þraukuðu en baráttan var vonlaus. Aðalvík fór smám saman í eyði og árið 1952 flutti Sölvi Betúelsson og kona hans Sigrún Bjarnadóttir frá Hesteyri. Þar með var Sléttuhreppur farin í eyði. Grunnavíkurhreppur entist heldur lengur. Þar hafði það sama verið að gerast, en þróunin var hægari, en engað síður mjög afgerandi. Skriðan byrjaði nú í Aðalvíkinni þegar að Bretinn kom þarna á ritinn. Þá fóru menn að fá vinnu fyrir peninga og smá jókst þetta á allt svæðið, fór allt saman og þegar þessi fór hinn að hugsa sig og þetta er svona skriðaheldi sem að ég er ennþá að ferð. Fólksflóttinn úr Grunnavíkurhreppi jókst stöðugt. Meðal þeirra sem fluttu var fjölskyldan á neðri bænum á Dynjanda. Þá mistu Hallgrímur og fjölskyldan næstu nágranna sína. Ofan á allt annað kom svo alvarlegasta áfallið sem menn máttu síst við. Fiskurinn hreinlega hvarf úr Jökulfjörðunum, en þar höfðu verið gjöful fiskimið og hefur ekki sést síðan. Nú fékkst þar ekki bein úr sjó og þá var öllum ljóst hvert stemdi. En fólkið sem eftir var í hreppnum ákvað að gera eina úrslita tilraun til að halda sveitinni í byggð. Yst við Jökulfirðina er dálítil vík sem hreppurinn heitir eftir. Frá Grunnavík höfðu þeir sem áttu trillur róið haust og vor, en á vetrarvertíðir var farið vestur yfir Djúp eða jafnvel enn lengra. Þetta var þéttasta byggðin í hreppnum, allt upp undir 50 manns þegar flest var, og þar var prestsetrið Staður. Til Grunnavíkur fór nú Hallgrímur með fjölskyldu sína og settist að í stóru hvítu steinhúsi sem var kallað Sætún. Hvernig vegnaði ykkur svo í Grunnavík? Já, vegnaði ágætlega vegna þess að það voru keyptir þarna 2 bátar og reist fiskverkunarhús sem var fengið keypt út í Aðalvík. Það réðin þar á þessum 2 bátum í 2 ár. Síðan fór þarna að vera stofið ef að eitthvað mikið fiski þá fóru að fara með það til Bolungarvíkur eða Hnífsdals og smá jókst þetta. Við fórum að finna það að það var ekkert vit að vera að fara þetta sigla með fiskinn til Ísafjarðar eða Bolungarvíkur og fara svo heim bara til að sofa kannski í Grunnavík. Svona er þróunur sko. Það var og eftir að við vorum hættir að koma þarna þá sáu við það að þetta var ekki hægt, þetta gekk ekki. Í Grunnavík var dálítil bryggja sem gerð hafði verið með ærinni fyrirhöfn. Þessi bryggja hafði dugað vel fyrir litlar trillur og á sínum tíma gekk útgerð þeirra ágætlega. En þegar fiskurinn hvarf úr fjörðunum þurfti að sækja lengra á stærri bátum. Hér gerir oft feikileg veður og þá voru þessir bátar ekki öruggir í Grunnavík. Og í einu slíku veðri fauk fiskverkunarhúsið sem Hallgrímur keypti á haf út. Tilraunir til fiskverkunar fengu því skjótan endi. En í Grunnavík var líka stundaður búskapur. Túnin þar voru stærri en víða annars staðar og þar voru margar af betri jörðum sveitarinnar. Og þetta hafði Hallgrímur fullan hug á að nýta sér. Jú, ég fór að mér að segja á búnaðarskóla, það átti nú að vera einn þátturinn, var á Hólum. Allt í enda allt með það í huga, það var nú áhyggjan annarra. Og ég hefði nú ekki mikið áhuga fyrir því. Það nú komið meiri áhuga fyrir sjó.
Og það var keyptur traktor gríðarlega stór. Og maður hefði nú ekki mikið náða fyrir, þá vildi maður allt fyrir að gera eitthvað. Pappa var búinn að lofa því að vera þarna í ræktunni minnst eitthvað tíma fyrir sumri. Gerði það nú svona fyrst. Svo dvínaði þetta, þá var þetta þessi bátar voru banni báð ykkur, þá hefur verið mikið meira þar. Í Grunnavík var síðasta vígi mannabyggðar á Hornströndum og í Jökulfjörðum. Síðustu 10 árin sem víkin var í byggð bjuggu þar aðeins nokkrar fjölskyldur sem þjöppuðu sér saman þar til yfir lauk. En unga fólkið var allt farið og þá varð að láta undan síga. Orustan var töpuð og haustið 1962 fluttu síðustu íbúarnir burt. Á Ytranesi í Grunnavík bjuggu Magnús Elíasson og systkini hans. Þau voru miklir dugnaðarforkar og ráku gott bú á nesi. Magnús var líka mikill hagleiksmaður og smíðaði báta. Hann smíðaði líka rafstöð sem sett var í bæjarlækinn. Þessi rafstöð var mikið undratæki og af nesi kom fólk langar leiðir með útvarpsrafgeimana sína í hleðslu. Húsið á nesi stendur enn og þegar farið inn fær maður það á tilfinninguna að hér búi ennþá einhver og húsráðendur hafi aðeins brugðið sér frá. Hvergi annar staðar er meira áberandi öll sú saga sem gerst hefur hér slóðir. Og það sem meira er, sagan er ekki búin enn. Hvað þetta endar, ekki Vestfirðir fara allir yfir fyrir rest. Nei, maður vona að það gerist nú ekki. Hér skulu ekki höfð mörg orð framtíð byggðar á Vestfjörðum. Það sem gerst hefur einu sinni getur gerst aftur. En það er ósennilegt að Hornstrandir og Jökulfirðir byggist nokkur tíman aftur. Aftur á móti tengjast menn þessu svæði sterkum böndum, eins og til dæmis fjallaheifindur sem bjó á Hrafnfjarðareyri síðustu æviár sín og er þar grafinn. Hann ku hafa sagt að þetta hafi verið eini staðurinn þar sem honum leið verulega vel.